Sindri, komin aftur til Keflavíkur, hvernig bara tilfinningin? Hún bara verður að telja góð sko, bara mjög hamingjusöm yfir þessu. Hvernig bara, ef þú getur létt farið í aðdragandann, hvernig gerist þetta? Ég dálítið kannski ekki mjög langur aðdragandi að þessum Keflavíkurskiptum, en þarna Ásgeir Orri meiðist þarna á móti IBVF, það var ekkert að vita hversu alvarlegt það var. En Keflavík var búið að hafa samband við FH að fá að tala við mig og þarna, já, kemur í ljós, sem sagt, það hringdi mig og sagt að það sé bara meiddur. Ég veit ekkert hversu alvarlega, en svo heyri ég í sem sagt, Ómar markmannsþjálfara og hann segir þetta séu alveg mánuðir og þannig að þá bara hringdi mig hann kvöldið og ég bara mættur upp á skrifstofu hjá Ragga framkvæmdastjóra klukkan 9:30 kvöldið og þannig að við eiginlega bara klárum þetta þar sko og skrifum þetta svo daginn eftir. Þannig að þetta var mjög fljótt að gerast. Þú verður ekkert verið eitthvað hikandi, bara drífið þetta í gegn? Þetta var, hvað maður að segja, maður var alltaf að treysta svona inn í tilfinningu og þetta var einhvern veginn bara, ég hafði góð tilfinningu fyrir þessu bara leið og símtalið kom sko og fann að mig langaði þetta, ég var virkilega spenntur fyrir þessu þannig að bara leið við náðum saman skilur, þá var þetta bara, það var ekkert hikandi og bara kýldi á þetta sko. Hvernig þú svona leggst það í það, verður bara komin aftur í Keflavíkur treyjuna? Bara hrikalega vel, ég enda bara búið með 2 æfingar með strákunum og bara mjög einhvern veginn svona eðlilegt, maður náttúrulega var þarna, held maður að tekið 10 meistaraflokkstímabil, þannig að manni leið vel í þessari treyju og finna alveg, maður þekkir langflesti í hópnum og í kringum félagið og verður mun styttri aðlögunartími heldur en ella. Og það er væntanlega auglýst að Keflavík að það stefnan að fara upp? Ég myndi bara segja, mér finnst það frekar augljóst sko, með bara við leikmannahópinn og tímabilið í fyrra á þess að ég hef rætt markmiðið við hvorki þjálfaran ég leikmenn að það hlýtur að vera algjörlega 100% skýrt að Keflavík stefnir upp deild. Tímanum hjá FH á loki, hvernig svona gerur hann upp? Ég er búinn að hugsa þetta alveg mikið, svona tíminn minn hjá FH og svona heilt yfir leið mig bara hrikalega vel í Kaplakrika og bara forréttindi að fá að spila fyrir FH og ég eftir þetta er 2,5 ára í kriganum og ég er bara hrikalega mikill FH-ingur eftir þennan tíma og þykir alveg ósæðilega vænt þetta félag. En já, kannski, ég myndi ekki segja að þetta var leiðilegt hvernig þetta endaði, en þú veist, ég myndi frekar að segja að þetta hafi verið bara svona góður endir fyrst ég fór aftur til míns uppeldi félags. Kannski svona síðasta hálfa árið og svo kannski þegar líður frekar á veturinn og FH orðar við markmann og fleiri markmenn. Yes. Hvernig var þetta fyrir þig? Þetta var svona skrítin umræða, ég sagði líka að mér minnir í viðtalið við þig einhvern tímann eftir tímabil að þú veist umræða, þetta er alveg skrítið að vera svona utan við umræðina þegar hún er í gangi að það var orðað hinn og þennan við stöðuna þína, sérstaklega út markmaður, kannski öðruvísi verið stútuleikmaður. Og við Daði, náttúrulega markmann FH þá, reyndum bara að undirbúa okkur vel og æfðum vel og reyndum að gera okkur besta við að við verðum bara að fara að spila þetta tímabil og því að maður veit aldrei, það er alltaf að vera orðað einhverju leikmaður við eitthvað en svo kann það ljósa Matthías kom, þannig að það voru svona breyttar aðstæður hjá okkur báðum. Hvernig svona bara inn á vellinum, þú veist, að vera leikmaður FH, var það meiri pressa heldur en að vera hjá Keflavík? Þetta er mjög góð spurning, svona öðruvísi, ég er náttúrulega heimamaður mikill og kannski meiri pressa kannski frá mér bara sem Keflvíking að vera inn á vellinum en já, þetta er öðruvísi pressa að vera í Kaplakrika sko. Samt upplifir maður aldrei einhverja útilokun eftir slæma frammistöður eða slæmt töp eða eitthvað svoleiðis að það var alveg mikill þroski í félaginu og það var alltaf vilji til að gera betur en maður fann líka virkilega að það var rosa mikill vilji til þess að vinna leiki og þannig pressa á liðin en já, annars var bara mikill kærleikur í kriganum sko. Vissirðu svona í lok tímabilsins 2024 að það yrðu breytingar veturinn? Alls ekki. Þannig að það hefur komið þér á óvart? Svona bæði og, þú veist, það kemur manni, þú veist, FH er stórt félag og vill bestu menn í hverja stöðu sem völar á og tímabilið, þú veist, við náttúrulega stóðum okkur ekki vel í þessari úrslitakeppni FH-ingar en jú, þú veist, það var náttúrulega smá skrítin aðdragandi í playoffinu þar sem ég settur á bekkinn en þú veist, úrslitakeppni hjá mér endaði per se vel, þannig að ég svona hafði trú að þetta væri eitthvað svona stuðið inn í næsta tímabil og æfði mjög vel veturinn og gekk vel, þannig að já, þú veist, komið bæði óvart og ekki óvart sko. Bara
þú varst orðað við fleiri félög við öttur, kannski erfitt að ræða eitthvað sem hefði geta orðið, en þú veist, þetta var Grindavík, það var HB í Færum, KA og Valur sem fer í umræðina. Hvar varstu þú veist næst í að fara? Reyndar ekkert á þessum liðum sko. Þarna ég átti, hvað maður segja, þetta náttúrulega eins og þú þekkir sem fjölmiðlamaður, það ýmsar sögusagnir sem fara á loft og þarna eitthvað af þessu ekkert til í en sumt af þessu til í, þú veist, ég get kannski alveg gefa út að ég ræddi við Val og ég ræddi við IBVF í Vestmannaeyjum og náttúrulega Grindavík. Hinn liðin ræddi ég ekki við. Það var það langt áður en og fórst í Keflavík? Svona Valur var þarna bara þegar umræðan var á kreiki skilur þá ræddi ég hans við þá. Það fór náttúrulega ekki lengra. En Eyjamennir ræddi við þá bara á svipuðum tíma og áður en ég fór til Keflavíkur. Má þá segja að þú hafi bara fengið að velja á milli IBVF og Keflavíkur? Kannski erfitt að segja til það, en þú veist, þeir allavega sýndu áhuga og við ræddum saman og ég talaði við Láka og þeir eru með mjög spennandi verkefni í gangi í Vestmannaeyjum og svo þegar Keflavík kom inn í myndina þá svona breyttist þankagangurinn aðeins í mér og það var svona mjög hreinskilnar umræður alveg frá upphafi til enda bæði við stjórnarformenn IBVF og þjálfarann, þannig að það var aldrei farið á bak neinna orða, myndi ég segja. Þú fórst í nokkuð svona opinskátt viðtalina eftir þú fórst frá Keflavík síðast. Hvernig voru svona viðbrögð við því og hvernig að koma aftur núna? Það einmitt, ég hugsaði til þess bara áðan fyrst ég var leiðinni aftur í viðtalstilín, þannig að ég talaði dálítið í opinskátt þegar ég mætti seinast, þar sem að Keflavík var að koma mjög góðu tímabili og myndaði eins að fjárhagurinn mætti vera betri, en þá sagði ég í því viðtali og það er oft skautað framhjá það sem maður segir jákvætt þegar eitthvað neikvætt kemur fram, en þá sagði ég að öll laun eru alltaf greidd og það er alltaf staðið við sitt sem þýðir að fjárhagurinn eru tómmálum, en bara budgetið mætti vera meira og við vorum að koma frábæru tímabili, endum í 7. sæti. Ég sem Keflvíkingur hefði viljað að við hefum getað gert meira og ég stend við þessi orð alltaf. Það bara staðreynd að efstu 5-6 liðin eru að síga fram úr og ég með þessum orðum mínum fyrir rúmlega 2 árum síðan var ég bara að meina að ég hefði viljað að við hefum getað bætt í stækka leikmannahópinn eða bara haldið þeim leikmannir sem voru til staðar, ekki það að það væri neitt vesen á fjárhagnum í Keflavík, það hefur ekki verið í mjög langa tíma og ég tala reynslu þar og það er allt til fyrirmyndar í fjárhagnum, bara ég hefði viljað að það hefði verið hægt að spýta þess meira í lóana og já, ég ætla bara að ítreka að ég stend við þessu orð sem ég sagði. Núna er bara leiðin upp á því og gera flotta hluti í bestu þegar það kemur? Já, þú veist, og nú náttúrulega er kannski landslægans breytt, það er breytt stjórn en samt svipuð og nýr framkvæmdastjóri og allt svoleiðis og maður finnur að það er mikil metnaður til að gera hlutina rétt og vel og náttúrulega þjálfarteymið gott, kannski áhvert, ég hef spilað með öllum þjálfarteymisins og mér líst ríklega vel á það alla og það er mikil metnaður til að fara upp, en við þurfum náttúrulega að byrja á því að fara upp áður en við ætlum að hugsa hvað við ætlum að gera í bestu deildinni. Nákvæmlega, Sindri, takk hérlega fyrir þetta. Takk sömuleiðis.